Byltingaróðu hlustendur, þetta hlaðvarpið tveir á topnum og þeir eru sem fyrr Oddur Ævar, blaðamaður / fréttamaður og ég, Tóti, frílans blaðamaður, atvinnulaus blaðamaður / fréttamaður. Já. Heyrðu, þetta þáttur 119 tekin upp síðdegis á mánudegi, hvorki meira en minna, vegna þess að þetta þolir enga bið málana One Battle After Another, nýja myndin eftir Paul Thomas Anderson sem hefur vægast sagt verið að gera stormandi lukku og vekja athygli bara á síðustu tæpum 2 vikum frá frumsýnd og eins og var handsalað á samum í þætti 113 Weapons þættinum svo kallaða sem var sendur út í 22. ágúst þar sem Arnar Eiffels framleiðandi hjá Ketchup Creative var hjá okkur og var dílað það að hann kæmi í þennan þátt sem sérstakur Paul Thomas Anderson fanboy og það stafð það hægt að treysta þér heldur betur sem bara frábært Hvílíkum maður. Arnar, takk fyrir að koma. Bara takk fyrir að fá mig aftur og líka við erum nokkra svona recurring guests en ég held að allir liður svona stutt á milli það 113 og svo aftur 119 mættur. Hvernig líður með þetta, Arnar? Ég bara einstaklega stoltur því að fá að vera svona reglulega gestur núna, bara hérni frá ég treysti bara eftir 6 þætti viðbót þá bara heyriði mér aftur, það ekki? Já, það nokkuð frábær hugmynd. Og þetta sennilega fyrir þátturinn að 2 þessu vikuna við höldum okkur við venlega dagskrá þannig að við sleppum öllu svona blaðri og förum bara beint í aðal dagskráefnið sem þessi mynd. Já. Og einhverja spilla og minna okkar þannig að já, þetta náttúrulega svo opbúslega hröð og yfirgripsmikil mynd að ég veit ekki hverju maður ætti svo svona spilla en við vörum fólk við því að við munum örugglega að segja eitthvað sem að snerta á því en ég ætla samt að taka smá örlítinn út úr að því að tengist þessu efni Law and Order SVU 27. sísón byrjaði með glæsi bara núna á 5. Wow. Og ég nefni þetta nú bara ég þarf náttúrulega bara að tala þetta seinna en sagt, það gerist í þessum þætti að Ice gengi hans Trump þeir handtaka Olivia Benson þeir taka Benson það alveg political statement aðalpersona í þáttunum til margra ára til 27 ára, 26 ára já. Hvað bara, hún ólöglegur innflytjandi? Nei, þeir náttúrulega hún með lykil vitni sem ólöglegur innflytjandi og þeir ætla að taka vitni og senda á landi áður en að næra bera vitni í nauðgunarmáli og hún fer í runnaround og stoppar það og enda bara með því að Ice kemur bara og tekur hann og þeir eru mjög miklu svona vondir gæjar, þessir Ice gæjar og Ice þessi útlendinga lögregla í Bandaríkjunum að keyra á milli húsa og bara tæma þau og bara blackbagga þau úr landi Solid Diamond Sand Law and Order SVU alltaf einhvern veginn spot on á líðandi stundu og eru líka með balls þetta gutsy í þessu andrúmi gera þetta á þessum síðustu vestur en ég nefndi þetta nú bara að Ice kemur við í einhverju mynd mikið í þessari bíómynd One Battle After Another nákvæmlega og bara til hlustenda sem ekki búin að sjá þessa mynd þetta mynd sem að fyrir á í bíó er það ekki? Ég bara 100% þetta mynd sem þú verður að fara á í bíó ég held að það er partur á upplifunni 100% ég held að 2 tímar og 40 mínútur og maður finnur ekki fyrir þetta er bara eins og eitthvað fast-paced tónlistarmyndband á köflum ég alveg ég bara þú veist hún keyrir svo hratt áfram algjörlega en þetta er náttúrulega svo yfirgripsmikið efni þessum mynd, hvar er að byrja þess á leikstjórunum, kannski? Já, og fari yfir endilega, er það ekki? Hvað, og ræða svona bara upp á formið bara að segja hvað myndin er, bara snókast Make það ekki sens? Jú, hvað, það er svona okkur byltingagengi hvað heita er? French 75 bara í nútímanum Já, fyrst fyrir 16 árum, en jú, í samtímanum og þeir að frelsa svona flótta fólk á landamærunum hjá veggnum Mexíkó-Bandaríkinn og eru svona að sprengja og vera með læti og þar er sem sagt Leonardo DiCaprio sem að leikur hann Bob gengur út mörgum nöfnum og hann er sprengjusérfræðingurinn í þessu gengi og er grunlega svo skotin í aðal gellunni sem að svolítið leiðir þetta hvað heitir hún? Perfidia Beverly Hills það er ótrúlegt nafn Perfidia Beverly Hills og hann var Ghetto Pat minnum við líka hann var codenameið hans Ghetto Pat, en já og hún er
mátulega crazy svo gæla en hún verður þarna ólétt og svo fer allt í skrúna hjá þeim hún týnd á flótta og allt gengi þarf að fara í fylur og svo líða 16 ár og þá Leo Bob, eða hvað við kalla hann bara út úr stónd og búin að vera það í 16 ár en barnið orðin 16 ára flott stelpa og þá allt í einu bara koma gamli óvinir að elta þau uppi þannig að þau þurfa eiginlega að leggja á flótta og svo bara gerist allur anskotin Þetta er geggjað. Er þetta ekki nógu gott? Jú, þetta var mjög vel lagt upp. Premissið er komið, klálega sko. Þá getum við haldið okkur við leikstán Já, farið í hann sem að nú bara ég meina, við þurfum ekki einu svona Arnar til að segja hann náttúrulega eitt bara svo áhugaverðasti og athyglisverðasti og besti á síðustu 30 ári síðustu 30 ári hann gerir hard 8 þegar hann er 23 ára skilur og hann er 55 í dag þannig að hann fer þetta í 30 ára kvikmyndagerð sko hjá kallinum ég veit þetta snýst ekki um mig en að því við erum í podcasti þá má ég láta þetta snúðast um mig ég er búin að sjá 2 myndir fyrir utan þessa mynd eftir þennan leikstjóra og þetta er smá quiz hérna hvaða myndir halda ég hef séð There Will Be Blood Ránt sko þú ert típist það er típist þú sem búin að sjá Boogie Nights Ránt ok, ég haldi það er mest mainstream svona popcorn flikkið sko Magnolia Neip Ertu við smá að séð einhverja myndir? Punch Drunk Love Neip Nei The Master, nei, þú gekkst út af henni Jú, já, ég hef séð hana, en það telst með, ég hef séð hana Þannig að 1 rétt, það er einu Phantom Thread Hárið Já, ok Er þetta ekki skrýta myndir til þess að séð? Jú, þetta er sko líka því að Boogie Nights held ég sé bara eitthvað sem að þú ert að éta upp sko Ætti ég, þú veist, eins og í kvöld ef ég er að fara að horfa á eina mynd eftir okkar mann Ætti ég, hvað, Boogie Nights Ætti ég að taka There Will Be Blood Ég er náttúrulega myndi 100% segja There Will Be Blood en hún er náttúrulega mjög þung þannig þannig að það fyrir algjörlega til hvernig skapi úr því eða langar í eitthvað þægilegt sem er bara svona early days þá er Hard 8 mjög svona ég myndi meira að segja að hún sé sko bara svona Tarantino-esk hvernig hún er svona byggð upp einhvern veginn Boogie Nights er síðan bara geðveik svona ég ekki segja samtímastöðis hún gerist í 70s og 80s já, svona late 70s en tekur bara fyrir ógeðslega áhugaverðan svona industry kema skilur bara klámsen svona in the 70s þá var klámsenan bara allt öðru vísi skilur bara pornosenan í Bandaríkjunum það voru stór opnanir hjá skilur það voru stór stjörnur í klámheiminum og og hann er að taka það fyrir og stúdera það alveg í bak og fyrir og bara svona algjört mjög klassist svona rise and fall saga skilur ekki Mark Wahlberg sem að leikur ekki Dirk Diggler og er náttúrulega klárlega byggður á John Holmes og svo erum við með já ok John Holmes var með rosa stóran titling jú. Og svo erum við með í ekki The Colonel nú man ekki hvað hann heitir í myndinni okkar allra besti maður sem á tilnefndur Óskars fyrir hana Burt Reynolds er í henni leikur geggjaðan karakter rosalega klístraður og alveg alvöru þetta er bara geggjumynd skilur og fyrir það sem hún er sko. Já, svo var rúlurskauta stelpan hún vel á Árvin Roller Girl, ég man ekki hvað leikon hún heitir hún bara var it girl í svona 10 ár og svo bara allt í hennu hvar hún sko. En er ekki Adam Sandler í Punch Drunk Love? Jú Þá er maður að sjá hana Ef þú ert mikill Sandler maður þá bara klálega sko það bara svona kannski aðeins öðruvísi Sandler Já, það er bara allt öðruvísi Sandler og en hún er mjög góð líka það er ekki það en svona, ef langar ykkur að þægilega þá skellur þér á Boogie Nights ok og það er svona sakræði líka í leiðinu já, það er skemmtilegt en þú veist, ef langar ykkur meistarastykki þá tekur þú verður að klára master ég var nefnilega mjög ungur sko. ég við farið yfir þetta náður ég var 19 ára sko. Master, Magnolia og There Will Be Blood er bara eitthvað svona sem þú verður að sjá bara, ef þú ætlar að vera halda út í podcastið bara, það er staðan það er mitt karakterark í þessu podcast það hef ekki séð neitt ég er einn fulltrú hólsinn sem hef ekki séð neitt og þessi játninguðinu þá náttúrulega svona þróaður okkur aðeins off track sko. já en tölum aðeins meir Paul en hvað, þegar svo er þetta Licorice Pizza og Magnolia Boogie Nights Já, Licorice Pizza vakti mjög og hún er svona næst nýjasta myndinans hún vakti mikla aðtekli líka Ég er svona, mér fannst það svona fljúa rosalega mikið undir radarnum sko. Mér fannst þetta alveg gaman að hann var að taka fyrir einhverja valley, þú veist, þegar hann alltaf alveg upp í valleyinu, skilur, hann tekur fyrir einhverja úlinga
svona coming of age sögu þar sem mér fannst hún geggjuð en hún var ekkert eitthvað mikið bara enga veginn fyrir að fyrst að ég critically acclaimed og One Battle After Another að verða það, skilur en mér fannst hún virkilega góð og líka bara gaman að sjá í henni náttúrulega Sean Penn bregður fyrir henni og ég held að þessi fyrsta collaboration í þeirra svona þannig ef ég mann rétt og það maður sér ok, það er greinilega einhver þema að vera til að það milli þeirra tveggja skilur svona pínulítið karaktera sem eru pínu out there og öðruvísi en samt og á saman tíma ótrúlega áhugaverði skilur þannig að eitt sem bara mér langar að vita bara, kannski vitum þetta ekki hvernig komst hann á hann að stall hann bara gera nákvæmlega sem hann langar að gera þá PTA Já. Bara, gaurinn alltaf búin að gera meistarastykki eftir meistarastykki núna í 20 ár ég meina, hann er vissulega aldrei unni Óskar en hann er sjúinn í öllum tilinn bara í öllum smerri festivalum og annað skilur Já, ég held ég hún nefndi til síðasta þætti sko, hann er náttúrulega með 11 Óskarstilnefningar og eini leikstjórin sem hefur unni leikstjóraverðlaun á Cannes, Fennium og í Berlín sko. og náttúrulega bara Boogie Nights Magnolia og þeir eru í blátt, þetta eru alltaf bara myndir sem allir vita eru góðar sko. Mér sé að þú veist að þú hefur ekki séð Times gaf líka út var ekki daginn 100 bestu bíómyndir sögunar og það þeir eru alveg blöttir í öðru sæti þar og beint eftir Parasite þetta er alltaf gæin en alltaf gjössanlega out of this world þegar kemur að hérna kvimleikir En fær þetta er sennilega svona stærsta budget sem hann hefur verið með. Já, og þú sér það líka, ég er eiginlega tilbúin, sko, ef ég væri með veðbanka fyrir veluna árið í Óskarnum 25, þá þú sér það alveg hvað er að gerast, ef að Spielberg er að segja að þetta sé besta mynd sem hann hefur séð síðastliðin 15 ár. Hann er að segja það. Þá ertu, ég man ekki hvort það sé 15 eða 5 eða 10, en hann har minnst búin að gefa það út að þetta sé besta bíómynd og svona original piece sem hann hefur séð í man ekki hversu mörg ár. Sem segir manni það að ég held hann sé loksins að fara að klára hennan velunarhring sinn af því að ef Guðfæðurinn segir að myndi sér góð þegar kemur á akademínu þá hann hlýtur að taka Óskarinn í ár, ég trúi bara líka líklega það þrátt fyrir að einhverja með Smashing Machine og alls konar eftir að koma út skilur sem eru að fá mikið lof líka en ég held bara þetta er svo ótrúlega original skilur, þetta er sjúklega góð einhvers konar háðsteila í bland við aksjón og skilur, þetta er bara geggjumynd í alla staða mínum að og líka bara, sko, svo við leikinn ég held ég nú sagt að við Otti í síðasta þetta, sko, það eru allir leikararnir eru eitthvað frábærir og þetta eru kanónur í bland við ótrúlega sterka svona newcomers og eiginlega sumir eru bara að leika, sko, eiginlega yfir, sko, getur, sko, bara sem eru bara DiCaprio og Sean Penn sko, og Benicio del Toro kannski bara gefa sitt besta eftir að hafa sko, gert ógeðslega mikið gott sko. Mér finnst þetta að vera besta bíómynd sem ég séð með DiCaprio punktur sko. Það er bara mitt einlæga kalda mat sko. Ég hef ekki séð hann svona góðan ever held ég Þetta er einmitt bara, ég eins og þið var ekki dæðilega hrifin og þetta er eina af bara fyrstu myndunum bara núna í mörg ár sem að ég er alveg bara, heyrðu, mér langar eiginlega bara aftur á hann í bíó. Það er líka svo mikið í gangi að ég held að það veit ekkert að því að sjá hann aftur og ég er náttúrulega bara búin að sjá hann einu sinni, ég get ekki útilokað að hann verið betri í svona öðru rönni sko. Já, ég fer 100% á hann aftur einhvern tíma núna næstu vikum sko, það er engin spurning. Það er galið sko og ég bara, Sean Penn maður, hann lítur að fá einhver velum fyrir þetta maður. Já, þú veist, þessi karakter og þessi karakterörk sem við fáum hann í þessari blessuðu mynd er náttúrulega gjörsamlega hann er svo geggjar í þessu hlutverki, ég hef aldrei séð spertari mann bara á ævinni hann er lýsir maður, þetta er göngulagi þetta er svo greinilegt að hann hefur bara fengið hvort sem að hann fekk þetta direction frá PTA eða hann kom upp, fann upp á þessu sjálfur en ég hef aldrei séð svona skýrara dæmi Hermann sem hefur greinilega verið lengi hermaður og þú sér það bara á því hvernig hann gengur vegna þess að hann er svo ógeðslega stífur í öllum hreyfingum og það er svo, bæði er það ógeðslega fyndið en á sama tíma er maður líka bara, þetta meikar samt fullkomin sens fyrir þennan tiltekna einstakling og líka að karakterinn heitir Lockjaw Steve Lockjaw maður, geggja dæmi og svo líka sko, þessi svona límaburður sko, svona virkar alveg fyrir hann aftur hann er í uniformi en þegar hann er komin í borgarlegu fermingadrengja fötin sín sko, þá verður hann svo ógeðslega fyndinn og asnalegur að það er alveg, það er amazing ég var mjög hrifin af bara öllu við hans, eins og segir, það eru allir að delivera á bara 100% bara allir sílendar í botni, þetta er galinn performance og Sean Penn
hann eins og ég tek undir móti, hann hlýtur að raka einhverjum núna, ég bara trú ekki öðru sko. Já, en hérna áður hann við dempum okkur alveg í One Battle After Another klárum hérna Paul Thomas Anderson bara þú varst að segja hérna að þú ert með 2 myndir á hérna, hvað heitir þetta, Letterboxinu mínu ég hafði, og ég var alveg svona hérna, hvað segir maður haldið upp á að vera bara með eina bíómynd sem að ég hef gefið 5 stjörnur á Letterboxd og það var, hérna There Will Be Blood og ég hata að smá hérna, að það sé önnur Paul Thomas Anderson mynd sem ég er að gefa 5 stjörnur en One Battle After Another er í fyrsta myndin núna sem að hérna, mér finnst þér á pari við There Will Be Blood að minnst að kosti í stegagjöf á Letterboxd en jú, ég hérna og hún er einmitt sko núna held ég sko hæstu einhvern á Letterboxd sko, hún er með 4-5 og þá er hún toppar allt sem það er sko. Ég hendi líka 5 stjörnum í hana á Letterboxd einfallega bara þegar ég bara, ég einhvern veginn einmitt, við höfum oft talað um ég og Tóti til dæmis, þú hefur bænt á 3 stjörnur, það er mjög gott fyrir bíómynd. Það var gott einhvern tímann. Var einhvern tímann, svo hefur náttúrulega einmitt verið rosalega verðbólga og svo frá ég bara, ég vissi ekki hvaðna ég gætt gefið þessu, heldur en 5 En ég ástæðan fyrir að hérna, maður hafði ekki gefið neinu hérna, bankin ég er að vona þetta heilist ekki til við höfum lent í svona áður en ekki hér ekki nýja kjæli kljónu sko. En já, hvað er það að segja? Nei, bara með hérna, það sem Paul Thomas Anderson gerir svo vel í þessari mynd og ástæðan fyrir að maður einhvern veginn að setja hann á par við There Will Be Blood, ég persónulega er bara, There Will Be Blood er bara geggjuð einhver svona stúdía á kapitalisma og trúabröð og hvernig, þú veist hvernig trúin skilur, svo myndi bara stendur bara fyrir ákveðin svona gildi í vesturna samfélagi sem eru bara tækluð ógeðslega vel og mjög greinilega hérna, þegar maður er svo mikið á yfirborðinu þótt hún sé samt einhvern veginn ótrúlega vel fanin líka og það að Paul Thomas Anderson sé að gera þessa mynd á þessum tíma finnst mér bara að vera svo fucking geggjað af því að þetta er einhvern veginn, þú veist, fyrra á árunni kom líka út hérna Eddington, hérna Ari Aster hérna fyrir árunni sem á að vera einhver svona samtíma stúdía á það sem er að gerast í Bandaríkjunum en hún verður eiginlega bara of mikil satíra það er A24 myndi þetta er hérna Ari Aster minnum mig hérna að leikstýra og þetta er Joaquin Phoenix og hérna Pedro Pascal og fleiri bara mjög fín mynd þannig, skilur en á að vera, maður sér alveg það að vera að reyna að gera einhverja svona, fyrst þetta er samtíma saga stöðuna og bara svona ákveðin háðsteila bara hvernig polarising hefur verið í Bandaríkjunum og þú veist, enginn getur treyst neinum og svo framvegis en hérna ertu síðan bara með einhvern veginn fullkomna sögu sem einhvern veginn svona tekur miklu betur utan það sem er að gerast í Bandaríkjunum í dag og framsetur það á sjúklega áhugaverðan hátt og ég veit ekki, og bara með bara vandari karakterörk, þvert á kasti skilur sem gerir það náttúrulega verkum að allir þarna er að delivera eins og segja á öllum sílendurum. Hvað ætlaði að tekið langan tíma að gera þessa bíómynd? Það er sagt að hann sé búin að vera með þetta í kollinum í 20 ár og þetta líka sko að því að hún er einhvern veginn svo spot on inn í það sem er að gerast í dag hún byggir á sko skáldsögu frá 1990 sko Vineland eftir Thomas Pynchon einmitt, hún gerist ekki í samtímanu svo bók, minnir sem ég hafi lesið að hann hafi staðfært söguna hinfært söguna í því sem við erum að sjá í geðveiki sem við erum stödd í núna og mér finnst bara eins og segi bara það að hann hafi fengið græntljós að þessa mynd með það sem er að gerast í Bandaríkjunum akkurat núna og deliverar hann síðan akkurat á þessum tímapunkti þar sem að Trump er að gera öllum kollegt neginn og æs er að sparka upp hurðum og það er að blackbacka fólk og svo ekkert neginn endurspegla þessi mynd það er svo ógeðslega vel en nær samt einhvern veginn líka þessu, hún nær að vera fyndin án þess að vera bara einhver ómikil satíra skilur, mér finnst hún bara fullkomin, sorry, ég ætla ekki að tala mikið í hringi þetta en bara hún er gjörsamlega galin líka því að hún dýr sko, þetta er sannlega eins og hún sagt dýrasta mynd sem hann hefur gert og hérna hún fer náttúrulega rosalega vel að stað en samt sko það er ekkert víst að hún ná að break even sko nei. En þarna sem sko þarna er alltaf að vera að nota peningin það er ekkert að vera að puðra einhverjum skriljónum í eitthvað CGI drast eða eitthvað þannig að hver dollari er einhvern veginn notaður í alltaf að borga alltaf geggjum leikrum góð laun algjörlega kvikmyndatakkan, tónlistin allt saman sko akkurat ég veit ekki að það
ég veit ekki hvort maður getur kallað bílaeltingaleik en þetta bílaatriði þarna í seinnilutunum Djöfull var það Rolling Hills hérna það annað sem við höfum ekki talað kvikmyndatakan og ég nú ekki alveg fættur í gær og ég bara, ég fekk svona fyrir ekki magan þetta var sem að væri í rússipannar bara upp og niður hvaða bílaeltingaleikir, það er Bullet það er French Connection og svo bara þetta er bara komið þangað, bara what the fuck ég aldrei sé svona áður Nei, ég veit það Nei, er það nokkuð? Nei, ekki svona Það er fárlega vel gert sko. Það er einlega ótrúlega Hann alltaf er svona bregður fyrir svona alls konar stílum og þetta er svona sjönnrubender líka þessi mynd, hún er rosalega klikkuð sko. Ofboðslega svona átver og út allt og það er líka svo, maður verður náttúrulega líka snerta sérstaklega á kvikmyndatakan náttúrulega Mögnu, hann skýtur þetta ekki í hefðbundnu formati, ég man ekki hvað hann skauti þetta í nákvæmlega hann skýtur þetta í minnum með VistaVision sem hefur ekki verið gert núna í einhvern smá tíma það var VistaVision frekar en Panavision held ég sem hann skauti þetta í sem að gera það verkum að þú veist þegar þú fer í kvikmyndahúsi þá farið tjöldina aðeins innar skiluru ég tók eftir því sem er líka þá fullkomið eins og núna er þetta er ekki skotið fyrir IMAX en sko IMAX og allir svona þessir helstu kvikmyndagerða nördar út í heimi eru helstar að fara á hana í IMAX kvikmyndahúsum af því að formatið VistaVision ég minnir þetta VistaVision, ég vona að ég sé að fara með rétt mál en það henda svo vel fyrir IMAX skjána líka þannig að þú ert að fá miklu breiðari ramma skiluru Fyndi að því ég tek aldrei eftir þessu þú veist, ég tók ekki eftir þessu náttúrulega en ég tók eftir að þú veist, trailerarnir voru allir í þessu IMAX dæmi eða voru allir í white, alveg white svo þegar myndi byrja þá, þú veist, minkaði skjári en hann er samt að skjóta þetta á super víðum linsum inn á milli og þetta er ógeðslega margt sem er ótrúlega áhugavert við kvikmyndatökunni í þessu en tónlistin er síðan bara fyrir mér það sem að þú veist, einhvern veginn, eins og ég segi það er á pacingið á myndinni, hún er ógeðslega velklift, en það, þú veist ég tók strax eftir, ég bara, ok, þetta hlýtur að vera Johnny Greenwood sem er þess að gæðin sem að gera til dæmis með honum Master og There Will Be Blood og svo tjekkaði því náttúrulega NDB bara strax í kjölfarið og auðvitað var hann á bakvið þetta hann er gítarleikari minnum í Radiohead hefur maður rétt hann hefur verið að kompósa fyrir þess að ég ætla ekki að segja allar en flestar myndirnar hans og maður finnur það svo mikið hvernig, þú veist, hún missir aldrei damp af því að, þú veist, tónlistin líka bara ef við farið aftur á hann í bíó, þú veist, maður tekur svo mikið eftir í að það er eitthvað build-up og eitthvað climax að eiga sér stað og þú veist, þú heyrir þessi ég kalli þetta bara skræki, þú veist, eins og í upphafinu á There Will Be Blood, þá, þú veist, byrja myndin að rúlla og þú farið bara eitthvað svona mjög eerie, bara, eitthvað svona eins og sé að taka krít og bara nuttinu uppi, skilur í töfluna og það bregður rosalega mikið fyrir inn á milli í svona ákveðnum senum og svo er bara svona einfalt píanó þetta alveg klikka þetta píanó já, bara alltaf þetta litla innslag þegar eins og þeir eru að taka hann í lokin Rolling Hills og það svona, svo glittir í bílinn og þá farið bara mjög óþægilega einhvern veginn svona eitthvað svona bara nokkur slög en þú veist pacingið á myndinni helst svo vel vil ég meina af því að tónlistin er útfærið upp á 10 til móts við leikarana og svona einhver climatic punkta hjá þeim skilur þetta er eitt sem ég nefni alltaf er ég að reyna einhvern veginn að gaggrína bíómyndir eitthvað og það er alltaf fram að hafa ekki hundsvita á þessu og hafa aldrei gert bíómynd og ég hef aldrei gert bíómyndir nei ándúks en í alveg en maður hefur alltaf við mig leiðu byrja að leiðast leiðu myndin einhvern veginn missir þig og sérstaklega þetta er lungu mynd þú veist maður er svo erfitt með að fyrirgeða þegar maður er í 2,5 tíma bíói og myndin er leiðinleg það er ekkert meira pinnandi þessi mynd, hvað er þetta? 2 klukkutímar og 40 mínútur og maður leiðist ekki einu sinni bara ekki einu sinni þetta er best, ég hugsa þetta líka bara ég hef ekki hort á svona vel peysaða bíómynd í mörg ár skilur þannig séð þannig að aftur bara fyrir mér er þetta bara hreint og beint meistarastykki án þess að ég vilja eitthvað vera ofhæpa fyrir hlustundum hvað þessi mynd er því ég er alltaf vissulega mjög hlutræður líka vegna þess að ég bara dýrka allt sem maðurinn gerir sko. og eins og við hefum sagt okkur off-air hvað þú ert búin að bíða eftir þessari mynd í 2 ár bara leið ég sá fyrstu þegar maður fylgist með IMDb-inu hjá gæjanum skilur, ég er alveg þannig ég er bara, hann er köllítir, gæjan geti ég myndi fara í mannsónmór fyrir mannin sko. en hann ég sá bara upcoming projects og svo bara DiCaprio attached og þá var ég bara ok, ég verða fucking, ég get ekki beðið skilur og svo eins og segir, það eru 2,5 ára eitthvað síðan cirka, sem að maður er búin að bíða eftir þessu sko. Mér fannst líka Leonardo DiCaprio ég var svo þakklútið fyrir sko,
hvernig hann lék Bob sko. Þetta var svo fárlega að fyndi hvernig hann var búin að mitt grilla á sér heilan en þú veist, þetta var samt aldrei 100% þannig að hann væri svona algjör trúður sem að maður hefði enga samkennd með sko. Mér finnst það svo fárlega vel leikið sko. Já, hann var, eins og, ég tek bara undir með Arnari, ég held að hann bara ég man ekki eftir honum jafn góðum í svona allavega bara í seinni tíð ekki seinni tíð, nei hann kannski bara hann var krakki í What's Eating Gilbert Grape wow, hann talent maður já, þokkalega Nei, og líka samt svo náttúrulega, ég sá nú að það ekki allir gagnrýnendur alveg einu máli, þó að sé náttúrulega almennt þetta bara sturlalof, bara svona instant classic og allt það sko. Já, það var einhver fílukall sem að sagði sko, hann dútar sig í gegnum myndina. Hann er það þegar hann er í sloppnum bara. Hann er í slopp alla myndina, hann kemst alltaf aldrei úr sloppnum. Þetta skellur svolítið harkalega á honum. Jú, aðeins. Hann er alltaf í sloppnum. Og svolítið friðinn, náttúrulega. En ég pælti ekki sniði ég ger engar tengingar þarna á milli þegar ég var á myndina sko. ég hugsaði ekkert eitthvað endilega við dude, ég hló náttúrulega bara að því hann væri bara í slopp frá því hann þarf að fara í undir rúmið sitt en þú veist, maður hlær bara því en þú veist, einhver svona bein hugrenningatengslu við dude, þetta er bara allt sko, þegar hann er með passvordið sko svara spurningunum tíman og þetta náttúrulega takk fyrir mig svo hann segir sjálfur sko, hann búin að grilla í sér hausinn sko, þá getur hann alltaf ekki munað þetta var helviti góður svona bunki af skjölum sem hann þurfti aftur að leggja minnið þarna 16 ára maður ég vil fá að tala við yfirmanni þess að hann var að tala við banka og svo náttúrulega það er Leonardo DiCaprio, svo Sean Penn og svo er hann Benicio del Toro í svona alveg bara Cookie hlutverki, hann er karate kennari dótturinnar, Sensei Sergio Carlos þessi maður er alltaf frábær sko. Þegar mann fyrst eftir honum þegar Timothy Dalton senda hann í svona hakkavél í License to Kill, hérna það ekki Bondmyndin, hann var svona vondasti hensmaðurinn í þeirri mynd sko. Og þau vaxið gríðarlega síðan að Timothy Dalton hakka hann en sko, hann er svo mikið sen í þessum sensei sko. Og hann er svo eitthvað geggjaður og ég hafði svona mestar áhyggjur á honum ég bara reyndi að lifa þessa mynd af þú ert of góður sko. of góður sko. hann var góður gaur sko. Ég dyrka líka svona smá baksaðum hann og í tengslu þessa mynd af því aftur, maður er búin að liggja yfir þessu hann las ekki handritið að hérna áður hann sagði mér fannst það hann fekk bara símtalið bara Paul Thomas Anderson hefur áhugað að fáið myndinni á sér og hann sagði bara flott ég er til og þá bara, viltu ekkert fá að lesa þetta? Bara, nei, þetta er Paul Thomas Anderson, ég er bara tilbúin í þetta og svo tók hann snúning á handritinu sem að skilaði sér í þessu geggjaða performansi, ég er ekkert eðlilega hrifin á hann í svona mynd sko. Alveg frábær og svo er hún þetta Teyana Taylor sem að leikur hana Perfidio ég kann nú eiginlega engin deil á henni en hún er í söngkona og módel Jú, hún líka áhuga að sagja henni, hún greindist með krabba í raddböndunum fyrir einhverju síðan og er síðan eiga bara comeback aldarnar eftir að hafa verið að gangi gegnum einhver massiv harfindi sko. Og djöfull var hún ógeðslega góð flíka rosalega cool, pípan er svo ógeðslega töff cool sko með ólíkti bumbuna og riffilinn líka bara opnaratrið þegar hún er tekur Sean Penn vekur hann með húuna og bara get him up bara hún alltaf hún misnotar hann kynferðis jú er það misnótkun ef hann fílar það? Já, ég meina það var náttúrulega en hún eins og hún án og lítinn svona í stóra samvíkjum, lítinn screen time þá fannst mér hún samt eiga rosalega stóran þátt í bara myndinu hún satt með mér alveg út af myndinu algjörlega, vákvæði saman því og svo náttúrulega hinn stjarnan Chase Infinity hver heitir Chase Infinity? Þetta er rosalega er engin mannanafn? Þetta er eitthvað ofurtunafn sem að blæta orðin í raunveruleikan Chase Infinity eða Elta eiliðina eins og hún heitir á íslensku hún leikur sér að dótturina hann að Villu og ég hef aldrei séð hann áður en hún var í Presumed Innocent áttunum átur sem að þú hefur séð í alveg Já, ég hef séð þá, þú hefur ekki séð þá þeir eru geggar, þú séð þá Nei, og ég þekkti hann ekki neitt og mér fannst hún bara einmitt koma ótrúlega vel fyrir sko. Eru helviti góður Manstu eftir henni? Nei, ég man ekki eftir henni Kannski verið einum þetta eitthvað Nei, ég veit ekki, en allavega þetta er þá stóra breykið hennar ógeðslega góð
virkilega bara skilur líka að hún ekkert að deila skjánum með einhverjum smástyrnum sko. Hún er að sportbögu bara einhverja reikistjörnu sko, og skila sínu alveg upp á 10 sko. Já, mér finnst hún gera mjög vel þegar hún í atriðinu með Sean Penn þar sem hann að fara yfir faðernisprófið djúvill að það línan, ef þetta heil lína var til vondumálum og þegar hún sér á svipnum hennar bara hvað hún að sjá bara mjög svona tilfinningarlega þrúandi senur þar hún alveg bara að toppa sko. Já, algjörlega og bara djöfull eins og segja, ég hafði raunverulegar áhyggjur af henni bara svona, ok, þú ert bara með svo ótrúlega stóru nöfnum á það en djöfull stóðum fyrir sínu, ég geti líka sagt neitt annað sko. Og sérstaklega líka í lokin þegar bílaeltingaleikurinn svona líðandi lok og hún sitt þegar hún öskrar eftir að einn af jólasveina mönnunum svo kulluðu kemur við þurfum að ræða það þurfum að ræða líka en skilur hún átti bara, þetta var algjörleiksögur í henni líka skilur, þannig að aftur það eru allir að delivera á 100% sílendur Jólasveinamenninni sko, nasistar, ég er búin að gleyma því Talandi jólasveinamennina, þetta er svona eitthvað leinifélag Hvað Nei, Nikolásar I'm an adventure man minni með I am a Christmas adventurer Svo er alltaf að tala Saint Nicholas Já, all hail Saint Nicholas Jólasveinin sko Þetta er svona leinifélag rasista, þetta er maga þetta er hvíta magað leinifélag með ángasnum allt og sem sagt Sean Penn Lockjaw, hann þráir svo að vera í þessari klíku sko. hann er að sækja í rauninu að komast í þetta gengi og þeir eru náttúrulega það er náttúrulega einhverjir að æsa sig við þetta sé bara grímulaus áróður og bla 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 það er ekki bara ég hef bara, mér finnst rasistar og nazistar og svona mér finnst þetta svo ógeðslega fyndið, ég hef svo gaman að ég hlæja þeim og mér fannst þetta alveg dásamlega persónur og allt í kringum þessa jólasveina ævintýramenn sko. Ég veit það, mér fannst, ég dýrka líka það hafi verið yfirskriftin á þessu félagi sko, Christmas Adventurer ég hló upphátt þegar voru að kynna sér svona formlega og líka all hail Saint Nicholas blessed be Saint Nicholas hvernig sem lokuð alltaf fundunum ég bara, þetta er svo mikil fucking snild sko. En það er, sko, að við erum ekkert eðla ánægð með þessa mynd en svo er umræðin eins og íslensku Facebook-hópum sko. Hér er bara spurt, er þessi mynd overhyped Antifa propaganda? Já, þetta ertu komin í einhverju svona ég veit ekki, hún er það Já, sko, ég held að sko, þetta er náttúrulega gæin er greinilega þessi, lítur að vera með eitthvað Maga Nation eitrun, sko En þetta er náttúrulega mjög margir ungi kallar og kallar sem eru bara gegn sýrðir af fara bara fílu og móðgast þessa mynd þetta er náttúrulega í fyrsta lagi, sko þetta er ádeila og áróður ekki að sama og svo líka finnst mér hann nú sko, ef það er eitthvað vinstri þarna, ef það er byltingarliðið Frans 75-8 það er ekkert einhverjir töffarar sko. Nei, þetta er bara, þú sér það alveg þetta er gæsla bara hriðurkamenn skilur við bara og svona bara nettir bjánar og alveg öfgarnar líka og líka ég myndi að þú varst að tala þetta lykilorð sko, bara Leonardo DiCaprio alltaf línarinn að fá samband man ekki lykilorði og þá hvað sé helvítis lippiðin þetta er ógeðslega eitthvað möppudýr á hinum enda þau eru alveg hlægileg líka sko. En ég hjóði þetta í samt að þarna eins og helvítis lippiðin þetta var bara þýðingin sko. Hann sagði eitthvað annað sko. Ég man ekki hvað hann sagði hann sagði libtard hann segir libtard og svo fer sem er alltaf mjög fyndi líka og svo fer hann strax í það að vera bara the Karen bara let me talk to your supervisor þannig að hann fer þá í rauninni yfir í hitlið og bara leiður að tala við manni þannig að þetta er bara ádela eins og segir, þetta er ekki áróður það er verið að mála upp mjög yktar myndir í báðar áttir sko. Gefðu símanum aðeins þetta samband, ég held að þessi sem varst að vitna í hérna sko, hafa örgulega verið að vitna í þennan youtubera sem ég veit ekkert hvað er sko, eitthvað criticless hvað heitir þetta criticless cast eitthvað á YouTube en hérna fáum nokkur orð frá þeim bjána Þú ert ekki tengdur þú? Akkur er ekki tengdur? Ég veit ekki Já, nei, ég glemd að tengja Ég slökti það sérstaklega á mínu svo þú getur tengst Já, við erum alltaf að bítast á þetta Herru, nú kemur þetta Ég verð hendur úr þessu
You can dip a turd in liquid gold, but that will never stop that gold nugget from being completely full of crap. I've had my fair share of controversial opinions over the years, but I can guarantee you that this will rank highly among my most controversial, at least in some circles. I have no doubt that this film will go down as one of the most overrated films of the year, but I'm not even trying to exaggerate here. This might be one of the most overrated films of all time. And everything boils down to a few simple things. Firstly, hann brjálaður þessi alveg, og hver þetta? Þetta einhver svona YouTuber, þetta yfirskriftin er eitthvað Criticless Cast, ég sá þetta bara þegar þessu var deilt inn í eitthvað bíóhóp á íslenska Facebookinu sko. Og þetta 11 mínútur bara, hann bara gráð, þetta svona eitthvað pappastrákur sem bara algjörlega miður sinni yfir því að hann hafi verið látið horfa áróður sko. Hann vill ekki hafa svona í bíómyndum og eitthvað ble og sem sagt allir sem sagt propaganda og þetta eru allir meginströmm gagnrýnenda fúskararnir að hæpa þessa myndi sem bestu mynd ásins þetta drasl og það er þá vantarlega við erum þá í því liði Já, og þetta er bara ljótt og vont og hræðilegt að fólk fara á þetta sko. Þetta er geðug mynd en af því að þau eru fylgjandi fóstureyðingum og eru fylgjandi því að fólk komist yfir landamærin og eitthvað þess aftar að þá finnst þessum mönnum þetta vera Já, ég get alveg trú að þetta getur sko meitt þessa mynd í aðsókn Já, af því þetta eru nasistar sem eru vondukallinir Já, rasistar Það var einu sinni lagi þegar nasistar voru vondukallinir sko Ég man eftir því Já, þú manst það Nokkur ár síðan Nú verður að endur sko að þetta allt saman Indiana Jones er vondukallin sko í Raiders áttur á því Já, í rauninni sko En ég meina En þetta er samt sko, ég get bara ekki skili hvernig þá þessi maga hópur þessi mynd málar ekki upp sko, ef þú hugsa bara bankaránið sem að hann í byrjun þegar hvað hún hét Pussy eitthvað Forest Pussy eða eitthvað, hún hét Jungle Pussy hét hún þegar hún kemur inn og bara, ég er að nota peningin ykkar til þess að fjármagna stríðið mitt, það er ekkert að mála upp neitt sérstaklega fallega mynd af þessu lið og þau eru að þau eru að smala einhverju Mexikonum inn í flutningabíl í byrju myndarinnar skiluru en til þess þá eru þau líka þetta eru sprengjugerðamenn og þetta eru bara glæpamenn skiluru og það er ekkert verið að fegra þau neitt en svo er þetta bara tvær ólíkar fylkingar að mætast skiluru En gallin er náttúrulega við þetta maka fólk þálið þú segir það sér ekki neitt það sér bara að vera að grín að þeirra hvítu köllunum sem eru sko með eitthvað heila Nikolás og bla bla þá er það nóg og sko þetta er náttúrulega bara frábær mynd en ég gæti alveg hugsa sko að þú var náttúrulega ópaslega gott innlegg inn í ástandi en sko hún gæti alveg verið sko líka fórnalamb þessa menningarstríðs þá það verið að rífast hana á einhverjum kolbrenglegum forsendum sem bara I'm offended grínað mér og mínum mönnum Jú, en þetta er alveg rétt hjá þér og myndi mun 100% líða fyrir þetta sérstaklega ef einhver svona breiðfylking fer að fjalla svona þetta skilur af einhverjum makalíðum sérstaklega þegar mér heyrist allavega einhverjum maður sér þetta svona út undir sér á efnum sko, þá sé sko góða liðið innan gæslappa er Antifa og það sé verið að þeir sjá þetta náttúrulega svo upphafningu á Antifa eins og þeir eru terroristar eins og þú segir sko. En þá er bara myndin orðin bara ólöglegi bandaríkjunum ef þú lest hann á þannig Já En ef ég myndi biðja ykkur að nefna bara eitthvað eitt sem þið myndu gaggrina við þessu mynd veit þetta er erfitt en ég myndi ykkur að það væri bara það væri byssu upp á hausinn á okkur ég væri að hóta ykkur Hvað myndið þið segja? Getið þið nefnt eitthvað? Nei, á ég að reyna að byrja Nei, í rauninni sko ekki nema þetta kannski svona byrjunin er svolítið löng 16 árum áður sko og þá er maður svolítið lost hvað er í gangi sko en svo náttúrulega einhvern veginn finnst mér það allt einhvern veginn bara undirbyggjast og fá einhvern veginn svona pluggað inn í eitthvað sen sko en ég var svolítið svona hissa og svona byrju hvað er djöflasýra eða hvað er að gera sko svo bara núlast það út þannig ég get ekki ég get voða lítið sett út á þetta En þú Arnar? Þú þurfti bara að hleypa af kúlu í hausnum sko. ég er ekki með neitt kannski
það er eitt moment þannig þegar þeir sprengja upp hurðina heima hjá DiCaprio og dóttur hans kom inn og þeir storma húsið á 0-1 og þess þeir sjá Taekwondo hvað er þetta það sem að senseiðin skilur sjá mynd á honum og hvað heitir stúdíóð hans Dósjóið strax og svo það dag eða svona nokkuð snemma til dag fyrirpart kvölds en þeir koma ekki þanga fyrir en 3 tímum setna svona og rýnir í hvernig myrkrið eru úti og eitthvað og þá er DiCaprio búin að koma þetta svona, ok, það er eitthvað glöfa þarna skilur, kannski fyrst þeir eru með mobilæsaðan her á svæðinu þá væri búið að storma þetta Dojo strax skilur, það er eina sem ég get ekki bent á sem eitthvað svona, mér fannst þetta pínu kannski brota á tímalínunni ég get samt bara komið lógiska skýringu því að þá er sem her á staðinu, þá er þetta náttúrulega fábjánar sko. ég var bara að hugsa þetta og ég veldi fyrir mig þegar ég horfði á myndina þá var mjög heppilegt að leigumorðingin sem að fór með dóttur hans hefði ákveðið að bjarginni hefði ákveðið að drepa gæðina það var mjög heppilegt fyrir handriði auðvitað svari bara það hann var bara góð maður sem vildi ekki horfa á lilla stelpu don't do kids þeir líka móðgóðin eitthvað hann var með indjána blóð og bara hvað sagði hann við hann hvað er firewater eða ruglubúið haustumæður og hann alltaf snappar eftir það líka alveg rétt sem kannski svona einmitt en það kemur samt hann er búin að rífa upp byssuna þegar hann segir þetta skilur en að samaskapi ég er alveg sammála því, það er kannski eini algjör neipi það er svona kloppa, það gætir alveg staldra við þetta hvaða sinnaskiptu voru nú þetta hvað er mikið fagum með það illa skrifu mynd samt aftur búið undir hann var með Eva Sendi sjálfur, hann neitaði að drepa stelpunum það var gott í þessum manni algjörlega, og líka megasens með rasismann skilju, það er náttúrulega ádeilan í myndinni á rasismann en ég eins og segi, ég man ekki hvenær ég fór semst á bíómynd og hafði ekki eiginlega neitt plotlan eða að segja Nei, og líka bara þegar þú ferð af svona mynd og þú ert bara einhvern veginn þú bara finnur að dagurinn og jafnvel bara vikan eða bara made af þessari mynd því ég maður ég var svo uppveðraður eftir þessari bíómynd ég hugsaði svo mikið hana og ég er búin að vera að hugsa hana bara núna í nokkra dag ég sá hana bara á föstudaginn og bara hvílíka föstudagskvöldin bara besta föstudagskvöld lísmið segi svona samtíma frábær mynd algjörlega og hlið eðilega neitt hlið í bíó og ég held ég myndi vera að deyja þetta 2:40 en alls ekki, mér langaði bara meira maður er líka vanur í að fara á einhver stykki sem eru, ég mjög 3:30, 3:40 þannig að 2:40 var bara þetta var bara þægileg lengd svona með margar aðra myndir sem maður hefur verið að sækja ég fór á svona fína boðsýningu í Ásberg í Kringlubíóinu í þennan fína sal, ég var bara ég aldrei farið í hann salaður, ég tala þetta síðast að þetta ekki og hrifin, en myndin var sýningi byrjaði 20:50 og ég var þreyttur kom þreyttur og svo bara byrjaði hann svona seint ég áttaði mikið af fyrir ég var leiðin í bíó þetta væri 2:40 20:50, hvernig varst það búin? það var ekki hlið réttum minnati, það var ekki hlið en svo bara gufaði þessi þreytu upp ég hafði áhyggjur fyrir hann bara tæpið 3 tímar ég drefst svo var það ekkert í búði bara því líka, eins og ég segi ég er bara nánast yfir í skinnu það komst bara aftur í bíó sem er bara eitthvað sem gerist aldrei en svo bara, svo klárum aðeins leikarana og þessa jólasveina einn aðalspaðinn í ævintýra jólasveinunum Virgil Throckmorton þetta er Tony Goldwyn heitir leikarinn og gaman að segja frá því að hann leikur saksóknarinn í Law and Order þessar myndir og þá ekki SVU heldur orginalnum Law and Order og er svona hann er búin að vera helviti lengi en er alltaf svona það er alltaf eitthvað svona þetta er góðlegu gaur en það er eitthvað illt í honum því hann var morðinginn í Ghost hann draf Patrick Swayze og er búin að vera alltaf svona svolítið eitthvað iffi og samt maður bara því ég held að væri bara planta honum í sjónvarp þannig að ég hef mjög gaman að sjá hann dúkku upp í alvöru bíómynd algjörlega og svo gamli sem var við erum búin að veitta þetta heila blóð
hann Roy Moore sem að Kevin Taihi hann var eitthvað sérstaklega góður hann þú veist ekkert hver þetta mannst ekki síðan nokkru sinnum sko, gegnum tíðin og mjög oft svona svolítið vondukall hann hann var í Bonanza sko það fyrir hvað 50-60 árum síðan sko og hann var í What's Eating Gilbert Grape og Another 48 Hours hann var vondukallin það sko það gleymist og svo var hann hefur leikið nýlega í einum Law & Order SVU þætti það renna alltaf maður sér það allir vegi líka til Law & Order það er bara þannig Nei, þetta var geggjumynd og sem ég segi, ég veit ekki kannski sko, tekur hún eitthvað baklas högg í meðsölun en sko gagnrýndur náttúrulega einu máli og ég skal tala nú sko fyrsta vikan búin og það því nú spáð hún sko klifri frekar en hitt sko af því að sko þetta er eiginlega bara að langt síðan myndi að fengi svona óbúslega einróma ég er bara búin að segja alla sem ég þekki bara verða að segja þetta í bíó og svo líka náttúrulega er Hollywood er náttúrulega ekki alveg það náttúrulega er bara sér rík í Bandaríkjunum og þetta trubbar ekki krátið sko svona meirhluta kjósanda í akademíunum til dæmis Nei, ég meina þetta mun bara vinna ef þetta fer að spíra upp í þetta þá mun það bara vinna með þeim með að við stöðuð akademíunar í dag sko Eigi ykkur eitthvað uppáhaldsatriði í myndina? Eitthvað eitt sem mun eftir bara Ég er með eitt sem að svona, við ætlum að tala sko, ég á nokkur en svona, ef við horfum bara til komedíunar þá grenjaði ég úr hlátri þegar minn maður var að príla upp á þakinu og með parkour hópnum og hleypur og svo hann gerði sitt allra besta til að halda í við það sko. og svo þegar hann fer að fara að steypa sér á milli húsana og hamrar á vegginu og endar á trénu og jörðinni alltaf síðan hann einhvern veginn að reisa sér við og redda sér og hleypi fyrir hotn og síðan bara teisaður þú veist það var ég veit ekki, það var svona þetta var svona brilljant og líka það sem maður sér greinilega, hann hefur verið í einhverjum vírum, en þetta er DiCaprio sem gerir þetta sko og mér fannst það líka alveg eitthvað ekstra skemmtilegt að hann skuli sjálfur hafa tekið á sig þetta stönd, en líka bara það eru 100 moment, það er Sean Penn og hún í byrjun myndarinnar skilurðu, það er hann með hann heldist kíki skilurðu, þegar þau hann að gefa henni leyfi fyrir því að halda áfram skilurðu, það er þessi jólasveinafundur skilurðu, það eru allt og mörg atriðanna sem ég held sérstaklega upp á sko ég, mér fannst þessi bílasena geggjuð, en ég myndi samt ég er eiginlega nefnir sama og Arnar sko, það er og það var aðeins bara fyrr, bara áður en þeir fara upp á þak þetta er bara, það er eitthvað dásamlegt við þetta og þá kemur þetta píanó sko sem er bara frekar svona rólegt eintóna píanóglamur eða væri ekki þarna sko, en þetta svona keyrðipjámanum blóðrýstingin og mér finnst þetta eitthvað falleg sinna þegar ungu mennir eru sko stökkvand á milli þaka þetta er bara svona E.T. feeling eitthvað svona tunglið í bakgrunn bara svo falleg sinna og svo náttúrulega þegar hann dettur svona tré sem tekur á hann fallið þá hugsa ég eitthvað sko Rambo sem stóðu upp sko en náttúrulega Leo við erum eiginlega jafnaldra sko þannig að mér fannst mér fyndið þegar hann ætlaði með þetta bara standa upp sko stóðkerfið er ekkert upp á 10 lengur sko. Þetta atriði er örglega uppáldi á mörgum að ég hef örglega líka nefnt þetta sko. Ég hef verið fyrstur en núna því ég er með bakið við vegg þá verði ég að minnast á þegar Sean Penn er bara allt í einu á lífi og er bara aðmyndaðar í framann og bara með annað hvitt auga og bara er að útskýra fyrir að Semen Demon hvernig var þetta? In reverse I was raped in reverse so bara, how does that happen? Bara, well, I was spiked og svo þessi one-liner frá okkar manni was she a semen demon? Ég grenja úr hlátri líka bara þegar hann segir þetta með svona mikil vikt svo að mér þunga bara, það veit allir hvað það auðvitað er hún semen demon bara því líka dæmið með þetta er en það er þessi mynd er bara rauna og flottum og góðum atriðum en mér fannst bara einhver ómótstæðilega fegur í þessum eltingaleik stökkvandi af yfir stökin og líka aðdragandinn bara inni á ganginum og bara... thank you sensei allt þetta skilur sem leiður upp að þessu og símtalin líka allar símtalsennur sem DiCaprio tók þær mun alveg sitja með mig líka bara því að dialógin er svo vel skrifaðar og back and forth því að þeim er svo ógeðslega vel leikið og það er bara svo, eins og segja
við erum klálega ofhæpana að einhverju leiti hérna, ég heyri það alveg en þetta á mínum mati ég á mér núna nýja, hún alveg í top 5 hjá mér bara all time af því að ég veit ekki hún bara, ég get ekki bent á einn galla við myndina sko. Ég bara, þú veist, mér finnst bara þetta ár hafa verið gósen tíð fyrir einhvern veginn, frumlega myndir Já, það bara... og náttúrulega ég gleym alltaf hvað þetta Paramount nei, þetta þeir voru með Sinner sko, þetta búið svona strík já, er þetta ekki Warner Brothers? Jú, þetta er Warner þetta er á HBO já, í minningunni er þetta Warner já, það er rétt þeir Paramount að heyra með það er svo þetta er náttúrulega orginal sko, Sinner er líka náttúrulega eitthvað sem er bara ekkert franchise tengt nei bara stórnúmer í leikara stórnúmer eins og í þessari mynd svo sem algjörlega, svo bara spurning hvort að en þetta líka, sko, hún allavega hún opnar á yfir $20 million plus og ef ég manni rétt 11. mynd Leonardo DiCaprio sem gerir það, sko, hann er þú veist, hann er að verja stöðu sína líka með þessari mynd bara, ég er bara box office attraction sko. Algjörlega hann er það þessi gæi, sko, hann er ótrúlegur síðustu myndir maður var einmitt að fara yfir líka daginn, hann er eiginlega ekki með ef bara rennur yfir rosterinn hans að myndum sko. Veist, það er ekki eitthvað fylgspor ég sé ekki ég var ekki sérstaklega hrifinn af Romeo og Juliet skilur en það er bara preference mat sko. Ég veit samt alveg að þetta er góð bíómynd skilur fyrir það sem hún er ég er svona saman því ég bara er svo ógeðslega leiður að ég sé alltaf verið að segja mér og sína mér þessa sög ég er að segja það, þetta er svona bara gömul tugga sem er búið að tekja alveg nóg oft sko. Var ekki hún álitin verri heldur en hann í leiknum sem að var að leika móndum Claire Danes var ekki Claire Danes? Jú, það var Claire Danes, það er réttur yes, því ég eru glemast það saman Nei, já, ég held að það sé svona eina sem ég get bent á sem er bara svona, já, þetta var ekki alveg málið en svo ertu bara með hittar eftir bara hvar, Departed, Shutter Island, Aviator Wolf of Wall Street, skilur Don't Look Up, Don't Look Up já, gaman að henni það er svona myndir sem við farum minnst fyrir já, hún einhvern veginn hún bara á Netflix og svona Once Upon a Time in Hollywood mér fannst hann ekki fá lofið sem hann átti skilið fyrir þá mynd pitt og flottur nei, bara pitt svolítið stali svolítið, hann var mjög góður já, en ég bara, hann þessi reits sena hans inn í trailerinu sem dæmi er bara hérna með uppspunni og bara er algjör 10 af 10 það er og bara þessi karakter var svo geggjaður sko. En líka þegar þú varst að telja allir myndir sem margar, 4 Scorsese myndir sem hún jú, bara strax það er rosalega heppilegt fyrir strákin að Scorsese ákveðin er að skipta honum inn á fyrir De Niro já, það er rétt sko. Það vinnur alveg með honum sko. það er ekki tekið á honum sko. En ég hef ekki séð What's Eating Gilbert Grape ég hef ekki séð hana bara einn besta introduction to an actor mynd sem þú finnur sko. Rosalegur í henni ég ekki heldur séð Blood Diamond og ekki heldur The Aviator wow, Blood Diamond er líka virkilega góð og Aviator er bara Howard Hughes sagan er bara svo ógeðslega áhugaverð sko. ég er mikill aðtandi að Howard Hughes út í það farið já. Nei, ég veit sko What's Eating Gilbert Grape það er svona, ég man alltaf bara ég var að sjá hann þá klárlega í fyrsta skipti og maður var alveg bara ok og þetta var svona svipað með hvað hétt hún með Edward Norton sem hann var að drepa presta Primal ég manna ekki nei, það var sem var Edward Norton í fyrsta skipti og holy shit hvað þetta er vel ekki já. Svo náttúrulega hefur hann kannski verið oftekinn að vera douchebag til þess að ná jú einhverjum árangri sko en það er alltaf gaman þegar maður bara er slegir út af læginu þegar eitthvað svona newcomer kemur með svona glæsi bara eins og kannski stelpan er að gera núna sem heitir Chase Infinity já, hún er alveg klárlega elda í liðina, hún er stór svo er elda í liðina ef hún heldur rétt á spilunum þá á hún sér virkilega svona bjarta framtíð fyrir sér heldur sko En svo er spurning sko ná þeir báðir kannski langþráðum Óskarsverðlaunum Leo og PTA sko já, ég meina er ekki Leo og hann náðu sem er Revenant jú, vissulega en var það ekki þá svona búið fyrir hann eða svona ég veist
sko hann alltaf hann hefur, þú sér það alveg eftir sko frá og með Revenant hefur hann verið að taka á sér hlutverk sem hann aðeins meiri að leiða mér að segja bara loser skilur hann, af því að hann hefur alltaf og rýnir í Departed hann kannski ekki hann ekki beint einhver it boy en hann er samt ekki loser hann er ógeðslega klár skilur hann er ógeðslega öflugur bara þeir segja það orð fyrir orð you're an astronaut, not a cop kid þeir segja þetta við hann í myndinni sko en en síðan þá hefur hann tekið Don't Look Up, það sem hann er bara pínu með pappabimbu og sérfræðingur sem er svið og í Killers of the Flower Moon er hann bara já, ég veit ekki hvað orðið á að nota en hann er bara nautheimskur skilur hann er bara illa heimskur og í þessari mynd er hann hreinn og beint stoner skilur þetta er svona hann er á mjög og meiri segi í Once Upon a Time in Hollywood þá er hann líka algjör fáti þegar rínir í karakterin skilur þannig að hann er búin að leyfa sér einhvern veginn síðan Revenant að fara í svona aðeins frá stereotypunum sem hann búin að leika kannski í 20 ár skilur hann er fengið svona skapa sér tilfinningalegt svigrúm til þess að bregða þess á leik að taka sénsa og leyfi sér að vinna líka þá hann er farið út fyrir normið sitt sem er eins og að vinna með PTA og ég menna hann er vissulega unni með Tarantino í bæði Django og Once Upon a Time en þú veist, ég veit ekki hann er einhvern veginn svona hann er okkur Robert Redford trajectory núna skilur, hann er farin að leyfa sér miklu svona einhvern veginn ekki íktari, hann er farin að leyfa sér bara hann er bara búin að brjóta stað með sitt skilur og farin að leyfa sér að leika áhugaverða karaktera ekki bara þannig að Arnar, það sem þú ert að segja við okkur Marvel aðdáendur að það styttist hann verði í óreitum nei, ég reyndar sko, ég veit að Redford bregður fyrir í 2 myndum eða eitthvað bestu myndinni, Captain America Winter Soldier, já, hann er fórsetin eða eitthvað hannig nei, ég heldur reyndar að hann myndi frekar flási lifandi og bara skilur, ég veit það ekki ég sé hann ekki hann þarf ekki box office hann er nú þegar bara ógeðslega efnaður hann er flottur svo fyrir utan það hann er box office í sjálfum sér hann er bara með fasta fylgi sem að skila sér bara og það er alveg rétt það eru svona ég hugsa ef að DiCaprio hefði ekki verið í myndinni þá hefði ég samt farið á hann af því að þetta er PTA en ef að DiCaprio væri að gefa út mynd á svipuðum tíma þá myndi ég fara á hann af því að DiCaprio er hinn þetta er svona hann svo er bara saman með Tarantino ég er alltaf bara veikur Tarantino boy svona líka inn með beinið skilur og Dennis Villeneuve ég alveg veikur á hann líka og meira sér Ari Aster ég svona það eru nokkrir að núti en DiCaprio er eiginlega eini leikarinn sem ég fylgi eitthvað religiously í bíó bara eitt í lokin að því að þú varst múin að býða í 2 ár kom þér á óvart þú tala að trailernir fyrst þeirra að vera mjög svona misvísandi eða svona ekki gefið neina hugmyndum voru mjög svona subtle einhvern veginn en þú veist myndin alltaf hún var bara það góð að ég átta mikið alveg hvort hún komur óvart eða ekki ég var bara einhvern veginn búin að undirbúa mig fyrir bara þú ert á leiðin á eitthvað PTA masterclass skilur, maður sá það bara á römmunum þannig að maður sér þessa leikar og maður við bara förum bara í 100% væntingastjórnun og ég ætla ekki að vera of spenntur fyrir þessu þótt ég sé ógeðslega spenntur fyrir þessu en þú veist, svo bara settist maður niður og þetta leið eins og 30 mínútur mér fannst bara og þá skilur, hún greip mig strax hún sleppti bara engan veginn taki bara fram á síðustu sekundu og ég var alltaf jafn investið hvort sem að væri í lokin þegar hann er farin að taka selfies af sér skilur og hún er á leiðinu út eða fyrir miðbyggmyndarinnar þegar allt er að keyra koll eða bara í blábyrjun þegar þau eru að skærulegast skilur þannig að ég get ekki sagt að hún komur óvart af því að ég var bara einhvern veginn að búast við því að hún yrði eitthvað stykki sem að bara yrði mitt bara eitthvað svona bara instant modern classic einhvern veginn skilur án þess að vera með neina væntingar samt skilur sem er mjög skrítið kombo líka bara eins og atriðin það sem að þau hittast aftur maður var alveg á bara maður byrju er þetta að fara enda þannig að hún skýtur hann hún var ekkert hún var hann með einu orðin bara sem er náttúrulega geðveikt þú átt ekki að vera bara ég veit alveg hvernig þetta nei og maður var alveg orðin vel intensaður og svo þegar hann kemur hann röllandi yfir hæðina ég grenjaði líkur hlátur því að aftur bara getum við bara því líka priki sem að sé gæði með við raskatunum nýbúin að lenda í bílsleysi bara Sean Penn skotin svo mætir hann samt bara lockja eins og aftur bara eins og þessi Ken brúða sem hann var þetta er göngulega, þetta hlýtur að vera orðin eitthvað TikTok það grípur þetta einhver
get alveg lofa því. Hann er sko, ég vissi ekki að hann var inni fyrir bara svona einhvern veginn mjög seint sko og bara, það var bónusin fyrir mig sko hann er búin að vera minn maður náttúrulega mjög lengi sko. Er hann búin að vera dugleg? Ég bara spyr Nei, það er ekkert borið mikið á hann. Hann er, ég veit ekki hvort hann hafi leikið einhverju síðan Licorice Pizza en það er senast mynd sem ég sá hann í sko. En hann sko er svo góður og þetta er náttúrulega sko, þetta er ofleikur í þetta er bara masterclass í ofleik sko. Þetta er algjörlega yfir öll mörk sko. Og hefur haft alveg ógeðslega gaman að þessu maður hefur tilfengjum hann að vera að fíla sig svo bara geggjaður ferlega góður og það að þessi karakter standi undir sér ekki segja þrátt fyrir en út frá þessum ofleik skilur mér finnst það líka að vera amazing því að þetta er svo mikið kjaftaði en á sama tíma ertu bara þetta meika fullkomið sens hann er ekkert skrýpó það er ekkert skrýpó við þennan karakter ekki neitt og samt er hann algjör skilur þetta er full ég er svo ógeðslega ánægður með alla leikarana í þessari mynd ég get eiginlega ekki lofa það nóg mikið sko sérstaklega einmitt í svona fasista vættu bandaríkjum þessara myndar þetta er geggjað við erum mögulega búin að yfirhæpa þessa mynd en við heldum samt að haga að það er einhver nöldurskjóð á YouTube sem að segja þetta sé gullhúðar kúkur við gætum hófs og sangirni við balansirum umræða við erum að tala um þessi Antifa áraður ég meina, to each his own premissið, þú getur alveg fært rauk fyrir þetta sé einhver you shit out þú veist, bara jújú þetta er rödd vinstrisins gegn Trumpismannum skilur en það bara er ekki tilfellið og farðu þá ekki sko, það væri episk mistök að heyra út undan þeirra þetta sé áróður og bla 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 og neita sér að sjá þessa mynd farðu frekar á hana og farðu þá í fílu og farðu og grenjaðu á hvað heitir þetta, Instagram eða TikTok Facebook bara verður hávær eftir að hafa sémyndina ekki láta segja þér hvort hún sé góða slæm það er líka latrið í svolítið ok, ef að bara slá botnin í það Arnar, takk fyrir komuna aftur bara takk fyrir mig við sjáum þau bara síðan já, bráðum, eftir sexlæti og svo höfum við setið hér í makindum í boði Rekus sem leigir út skrifstofur og skrifstof aðstöðu, fundarherbyggi og allt og einstaklinga hópa vinnustæði allt það á rekus.is og við hittum nú hann Tomma í Rekus áðan og ég held að hann sé að fara dett í þáttbráðum hann hefur séð 4 bíómyndir síðustu 25 ár og getur talað mikið þar allar það verður að koma klárlega, það er næstuð í bókað og ekki útilokað að það verði annar þáttur á 50-daginn aldrei vita það er stórt mál ókrufið það er Alien og minnum á toppfólk í mildtíðinni og minnum Otta og hann ætlaði að setja ykkur lista á toppfólk á sunnudaginn en það er nú bara mánudagur í dag ég get ennþá gert það og það er kannski næstu ok